Saurgerlamengun er þegar það berst of mikið af saurgerlum eitthvert í vatni. Þetta getur gerst í drykkjarvatni, þetta getur gerst í stöðuvötnum, í sjónum og þetta er merki að það sé úrgangsefni frá til dæmis klóaki eða einhverju sem er að berast út í vatnið eða einhver mengun frá dýrum. Saurgerlarnir eru gerlar af gerðinni E. coli, stendur fyrir Escherichia coli. Þetta eru gerlar sem lifa í þörmunum okkar og hjálpa okkur við meltinguna, en ef það er of mikið af þeim, þá geta þeir valdið niðurgangi og meltingarsjúkdómum. Þannig að við viljum ekki hafa mikið af þeim í umhverfinu, það er alveg nóg að hafa svolítið af þeim í þörmunum. Þannig að ef það er of mikil saurgerlamengun í vatni, til dæmis drykkjarvatni, þá þarf að sjóða það, þá drepast gerlarnir og allt í lagi að drekka vatnið. Og það er ekki æskilegt að baða sig í stöðuvötnum eða sjó þar sem saurgerlamengun er of mikil. Það eru til bara staðlar yfir þetta, hvenær skal bregðast við og hvenær ekki, og það er heilbrigðiseftirlitið sem mælir þetta reglulega og lætur síðan vita leið og eitthvað er að.